Gott fólk, andleg og líkamleg heilsa, þetta mikilvægt og við stuðlum að henni með ýmsum hætti. Við erum hér með gott fólk í sófanum til þess að ræða svona hluti sem eru þessu tengdir í það minnsta. Það er Benedikt sem er formaður Karlakórs Akureyrar, Sjálfur fylgdarsveinn hans, Magnús, og svo hún Vera Ólafsdóttir, kírópraktor. Hæ. Komið heil og sæl. Verið hjartanlega velkomin. Sömuleiðis. Andleg og líkamleg heilsa segi ég vegna þess að þú ert náttúrulega kírópraktor. Já. Og þið tveir piltar eruð í kór og það gerist ekkert slæmt með að maður syngur. Hreint ekki, það bara getur ekki gerst. Leiður maður syngur ekki. Nei, það er akkurat þannig, hann öskrar. Já. Það er bara akkurat þannig, en hérna, það er mikið framöndan hjá Karlakórnum. Karlakór Akureyrar Geysir. Já, það er fullt nafn. Er sko fullt nafn. Ég biðst forláts. Já, það er bara meðtekið. Norðlenska kjarnafæði og allt þetta. Já, við erum sem að spila upp í afmælis ár. Já. Það eru á árinu 22 eru 100 ár frá því að stofnað var til Karlakórstarfs Geysis. Já, þið ætlið að fagna vorkomu, er það ekki? Jó, eins og hann sagði sko 100 ára afmæli á þessu ári og núna í apríl svo kallar svona upptaktur að afmælisveislunni. Já, ég skil. Það sem sagt tónleikar núna 23. laugardaginn 23. Já. Þar sem við ætlum að syngja alls konar. Já, það er alveg stórvirki í Karlakóra tónlist og bara til léttmetis, þannig að þetta er fyrir alla. Já, við erum með sérstakann gest. Andrea Gylfadóttir ætlar að vera gestur okkar á þessum tónleikum. Já. Og hún syngur alls konar eins og maður vita. Já, hún getur sungið allar raddir líka. Það held ég bara. Já, heldur við getum farið í pásu bara sirka í hálfleik. Ég hugsa það sé ekkert vandamál. Nei. Vera, syngur þú? Já, ég gerði það. Þú gerði það? Já, ég lærði klassískan söng og... Nei. Já. Ég skal segja ykkur það. Sko. Ég ætla samt ekki að taka þátt í þessum tónleikum. Nei. Nei, en það ert þú klárlega ekki karl. Hún var túlkaði sem karl hins vegar. Ég má gera það sem ég vil. Jú. En jú, ég lærði klassískan söng og spila á fiðlu og víólu og alveg, sko. Ég skal segja ykkur það. En ég ætla ekki að fara að syngja henni núna. Nei, þetta er ekki áskorun. Nei, ok. Og svo byrja. Gott mál, við vitum þetta þegar við bjóðum gesti í framtíðinni. Vera. Já, takk. Ég mun hérna... Og vitum við af þér. Þú munt íhuga það. Það líka íhuga það. Frábært. En þú ert náttúrulega manneskja sem að þeir leita til þegar þeir ofreyna sig í erfiðustu brekkunum. Já, eða kannski eins og við tölum aðan. Þegar fólk kemur aðeins og geist inn í bumbuboltan. Já, sekkur. Ég einmitt að glíma við svoleiðis hræðsleika núna eftir síðustu helgi. Það er alls konar sem að fólk eru komið til okkar með, vandamál sem að þau leita til okkar vegna. Og það er alveg, fólk á þínum aldri, alveg niður í kornabörn. Og alveg, og alla leið upp úr. Það er alveg... Og hvað er það sem hvað aðferðin beitið þið við þessar lækningar? Það fer eftir hvað er náttúrulega. Já. Eftir hvað hver ástæðan fyrir að þú vilt koma inn til okkar. Er það bara að þú vilt aðeins hugsa þína andlegu og líkamlega heilsu, bara svona yfir höfuð, láta þig líða betur? Eða ertu að koma inn vegna höfuðverkja, mígrenis? Eða ertu að koma inn vegna þess að þú getur ekki byggt þig niður klætt í sokkana á morgnana? Það er alveg alls konar vandamál hjá fullorðnu fólki, hjá börnunum, þessum pínulitli, þá er það ofta að þau sofa ekki. Já. Þau eru ekki með hægðatregðu og það er náttúrulega erfitt fyrir fjölskyldur. Já. Og auðvelt í mörgum tilfellum að aðstoða með það. Já, og losa Já, á auðveldan hátt sem að mun ekki ýta undir frekari inngrip. Nei, akkurat. Og þú segir við? Já, ég og kærastinn minn, Já. hann Stefán, við erum bæði í þessu. Við opnum stofu fyrir norðan bara núna í seinustu mánuði. Opnum hana saman og erum að vinna í þessu að gera hana flotta og glæsilega. Til hamingju með opnun stofunar. Takk fyrir það. Og hún heitir... Norðurland Kírópraktík, þessu þægilega nafni. Já, akkurat. Og Hóvara líka, þið tekið bara Norðurland allt. Já. Fólk er að koma alls staðar að. Fólk er að koma frá Vopnafirði. Þannig að keyra hingað til þess að koma í tíma. Þannig að það er alveg, við erum ekki bara Akureyri einungis. Nei, það er líka alveg hárrétt nálgun. Já. Þannig að þetta er bara, eins og því, æðislega gaman. Við erum komin norður. Þetta er alveg, okkur líður rosalega vel hérna. Og byrja vel? Byrja rosalega vel. Það er alveg vilt að gera hjá okkur. Frábært. Yes. Komið margir í opnunina?
Við erum ekki búin að hafa opnum. Ég kannski fæ ykkur til að syngja. Ekkert mál. Hvernig væri það? Því ekki. Gera eitthvað svona grand úr þessu. Nefnilega. Að sjálfsögðu. Nefndu stað og stund og við erum eftir. Við erum mættir. Já. Sigur, Já, nefnum staðinn. Hvar eru þið til húsa? Já, tala það. Þetta heitir Niðavellir, húsnæðið. Já. Mér á Frostagötu 1. Þannig að fólk þekkir að helst fyrir staðinu móti AB varahlutum. Já, ok. Allavega ákveðin hópur. Ég er ekki viss að ég myndi tengja það en ég er lítið í mótorunum. Nei. Það er þetta með sönginn sko, ég er fastagestur í Morgunsundi og það ber ýmislegt uppi sko, en í morgun þá til dæmis tók ég ásamt einum vönum söngmanni 2 lög í Sturluglefunum. Já. Og við fengum alveg ótrúlega góðar viðtökur. Ekki líka fínt svona akústika henni? Jú, það er þannig að. Já. Það er nú ekki til betri leið til að hefja daginn heldur en svona. Ég held ekki. Þetta er dásanlegt. En sko, 100 ára afmæli, það er nú ekkert lítið afrek. Og þetta eru heljarnar tónleikar í Hofi þarna 2003, fyrsta laugardag í sumri. En þið látið nú aldrei ekki staðanum við þar. Nei, við ætlum að bregða okkur til Húsavíkur laugardaginn eftir, það er að segja 30. apríl. Já. Og verðum þar í samstarfi við Sóknarprestina Húsavík og Húsavíkur kirkju og ætlum að syngja í kirkjunni og bjóða íbúum að koma og hlusta og deila stund með okkur og við ætlum að leggja söfnun fyrir börn í Úkraínu lið með því. Það er engin aðgangseyrir, heldur bara frjálsframlög í þá. Og það er reyndar við ætlum að leggja að mörkum til samfélagsins að okkur finnst hérna á tónleikunum líka 20. og 3. Við bjóðum upp á mjög lágt miðaverð og vonum að það þýði það að sem allra flestir vilji koma með okkur og fagna sumrinu og vera með okkur í söng. Mér líst gríðarlega vel að það, vera með ykkur sem má syngja með út það. Já, sko, við getum ekki stoppað það, sko. Ég meina, ég hef lent í því býsna oft, sko, að fara á tónleika og sýningu og áður heldur en ég veit af ég byrjaður að syngja líka þar sem ekki beðið að syngja. Ég var til dæmis í Borgarleikhúsinu fyrir allra skemmstu og ég vissi ekki fyrir til en ég var byrjaður að syngja. Það var ekki í atriði þar sem var beðið að syngja, sko. Nei. En á sýningunni Nýju líf þá fá menn nú að syngja þetta alltaf með. Já. En varðandi það sem þú ert að spyrja þá myndi ég nú segja endilega syngið með, bara þið takkið ykkur ekki út á laginu. Já, það getur verið erfitt. Ég hef setið mitt og sungið með mannesku við hliðina á mér sem að hún var í öðru sólkerfi þegar kom að laginu, þannig að það var svolítið erfitt. Þá er maður ekki, það er vonlaust að vinna þann slag. Já. Gott fólk, ætlaði að gera eitthvað sérstakt páskana? Það er venjulega hjá mér fer ég í sumarhús yfir alla páskana. Ég skil. Með fjölskyldunni. Já. Ég hef gert það í 20 ár. Já, bara njóta með fjölskyldunni. Hitta bróður minn sem kemur erlendis frá og svona. Ég læt mig bara dreyma það að geta 1 tíma í útivist. Er það ekki? Jú. Ætlarðu upp í sveitina þinnar? Já, mín sveit nú eiginlega öll þingi sveit, sko. Já, ég skil, ok. Og hún reyndar orðin saminuð, sko, þannig að maður þarf ekki nema bara að bregða sér hérna í heiðina yfir heiðina eða í gegnum heiðina til þess að vera komin í sveitina. Og ég verð alveg örugglega eitthvað í kynninni allavega og kannski í hásveitunum líka. Mögulega. Já. Ég segi bara kærar þakkir fyrir komin og gangi ykkur vel og gleðilega páska. Takk sömuleiðis. Sömuleiðis og takk fyrir að bjóða okkur. Þá bara sjáumst við handan við næsta horn.